vision in back. Okay. Rolling. Nú hafið þið haft tíma til að líta á leikinn gegn Ungverjum. Hvað svona þín tilfinning eftir hann? Náttúrulega ekki svo besta, við náttúrulega gáum þetta frá okkur þarna í endan og við þurfum að rífa okkur upp á lappirnar eftir þessa súru tilfinningu að þurfa að hafa gefið eftir þetta jafntefli hérna og sjálfsögðu eru menn búnir að hrista það af sér og verða klárir í leikinn á móti Austurríki. Það voru ekki nema 3 mínútum frá sögulegum úrslitum. Hversu ömurlegt var sjálfsmarkið í lokin? Já, það var náttúrulega bara hræðilegt sko. Ég var komin á bekkinn hérna og tilfinningin var náttúrulega alls ekki góð og ég held sjálfur að við myndum halda þetta út en það er ekkert að gera við því. Við þurfum bara núna að einbeita okkur á næsta leik og reyna að gleyma þessu. Við erum ennþá í frábæri stöðu liðið og þetta er allt undir okkur sjálfum komið, þannig að nú þurfum við bara að sýna alvöru karakter og klára dæmið. Hvernig var svona klefinn eftir leik? Stemmingin í klefanum var náttúrulega bara ekki góð, ef ég á að segja eins og er. Menn voru með hangandi haus og sögðu ekki mikið, þannig að það er náttúrulega skiljanlegt eftir svona svekkelsi. En þið hljótið að vera svona sáttir með svona heildarframmistöðu ykkar í mótinu og svona sérstaklega varnarlega síðan? Algjörlega, við náttúrulega erum búin að spila mjög góðan varnarleiki frá því byrjun og það er náttúrulega bara okkar styrkur, liðsheildin og varnarleikurinn, allir að gefa sig 100% í þetta og ég held að það sé svona pínu spenningur í mönnum með það og kannski fljótir að gefa boltan frá okkur þegar við erum konir með hann, svo sem eins og í seinasta leikum móti Ungverjum. Það viljum við bæta og sóknarleikinn fá meira flæði í hann og meira ró á boltan og ef að það kemur þá munum við spila betur og bæta okkar leik og við eigum nóg inni. Stuðningsmenn voru aftur frábærir á leiknum. Hversu svona mikilvægir eru þeir fyrir ykkur? Það er náttúrulega bara okkar 12. maður og það er alveg frábært að sjá hvað þjóðin er búin að lyfta sér upp á næsta level í stuðningu við okkur og það er náttúrulega bara frábært. Ég og aðri leikmenn kunnum að meta það og sést inn á vellinum að við erum að spila með hjartanu og það kemur líka út af því að stuðningurinn er frábær. Við tölum aðeins leikinn gegn Austurríki. Heldur að vera erfitt fyrir ykkur svona að lyfta ykkur upp eftir úrslitin á móti Ungverjum? Ég held ekki því að það er náttúrulega, þetta er það stór leikur núna framundan og menn munu þurfa að setja þann leik til hliðar og það verður bara gefið allt í þennan leik og sama hvað, það verður barist til seinasta blóðdropa í þessum leik og við þurfum bara, eins og ég sagði áðan, að gleyma þessum úrslitum og klára dæmið. Hverju svona býstu við af Austurríkismönnum? Þeir eru náttúrulega með frábært lið og góða einstaklinga innanborðs, þannig að þetta verður erfiður leikur og þeir sýndu það mútið Portúgal að þeir geta varist mjög vel. Þannig að ég og all liðið búist við erfiður leik og við þurfum að eiga góðan leik til að komast áfram og ná góðum úrslitum. Þannig að ég og aðrir í liðinu, við þurfum að eiga toppleik til að þetta gangi upp hjá okkur og all liðið náttúrulega þurfum að eiga góðan leik. Nú er þetta svolítið eins og leikur gegn Austurríki, svolítið eins og svona úrslitaleikur í bikarkeppni, winner takes all nánast. Ertu svona sannfærður að þið getið unnið leikinn? Sjálfsögðu, ég tröll að trúa á svona liði og við þekkjum mann það vel að við förum inn í hvern einasta leik með það miklu sjálfstrausti að við finnum það að það er erfitt að vinna okkur og þannig að sjálfsögðu þegar það er komið í svona úrslitakeppni, úrslitaleik þá er allt undir og spennan er mun meiri heldur en í venjulegum leikjum og þá getur allt gerst í þessu. Það er ótrúlegt að Ísland komst á EM. Svona hvað heldur að það hafi gert fyrir áhorfendur eða sem sagt stuðningsmenn heima fyrir og Íslendinga þeir komust? That music is Omar here to us. Probably somewhere outside. Seguro que no salga la música. Okay, carry on. Carry on. Ég spyrir bara aftur. I'll just do the question again. Yeah.
og svolítið ótrúlegt svona fyrirfram að Ísland komst á EM. Hvað svona heldur það hafi gert fyrir Íslendinga? Ég held að það hafi lyft þjóðinni þokkalega mikið að við hefum komist á þetta stórmót og það er náttúrulega bara gott fyrir íslensku sálina að fá smá auka ánægju í hjartað. Ég meina að þetta er það stórt að ég held að hver og einn Íslendingur er stoltur að því að við séum hérna og við leikmenn sjálfur kunnum að meta það og allan þann stuðning sem við fengið og við gefum allt í þetta sem við eins og við höfum sýnt í fyrstu 2 leikjunum að það verður erfitt að vinna okkur en að sjálfsögðu eins og spurðir, þetta er náttúrulega gefið þjóðinni heilmikið. En þið komist svo áfram í 16. úrslit. Hvernig heldur þetta að verði heima þá? Ég veit það ekki, það fer örugglega vonandi alltaf aðra hliðina þarna og ég held að flestir Íslendingar taki sér bara frí í vinnunni og fylgist með okkur og komi út bara. Ég ætla rétt að vona það. Við höfum fengið frábæra stuðning til og ef við þekki þjóðina rétt þá koma flestir út og styðja okkur. Svona þessum þig persónulega, hvernig og hvenær svona byrjaðir þú sjálfur í fótbolta? Ég byrjaði í raun og veru bara þegar ég gat labbað og hlaupið, þá byrjaði ég að sparka í fótbolta, þannig að ég hef gert þetta frá því ég var 2-3 ára gamall. Náttúrulega aðstæður til knattspyrnuiðkunar hafa breyst ótrúlega mikið á undanförnum árum. Hvaða áhrif hefur það haft á þinn feril? Bara það hefur alltaf hjálpað mér og liðinu öllu, þessari kynslóð og hafa farið í gegnum allar þessar aðstæður heima. Frá að fara á mölinni yfir í fyrsta gervigrassi sem var kannski ekki það besta og yfir í eins og þetta er orðið núna, frábær standard á gervigrassinu með hallirnar. Að hafa bara séð það og farið í gegnum þetta allt, það er svona ég er ánægður með að fara í gegnum hörðuleiðina og svo líka endað í hvernig þetta er orðið í dag og það gefur manni ákveðna reynslu og sýnir bara að hvernig fótboltinn hefur bætt sig líka eftir að þetta allt saman hefur breyst og aðstæðan er orðið miklu betri. Hvað svona skilaboð hefur til krakka á Íslandi til að fá þau til að byrja að æfa fótbolta eftir að hafa horft á ykkur á EM? Það er bara náttúrulega að fara út á völl og að nóga sparkvöllum heima, að fara út að æfa sig og nýta aðstöðuna sem er heima því að æfingin hún skapar alltaf meistarann og meðan aðstæðan er þá sé ég ekki ástæði fyrir að litlu krakkarnir eigi að fara út að leika sér. Rolling. Kolbeinn Sigþórsson, Ísland, sorry. Kolbeinn Sigþórsson, Ísland. ¿Cambias el plano? Sí, ya lo cambié. ¿Más abierto? No, está bien. And same again, please. Kolbeinn Sigþórsson, Ísland.